Jæja, skurnar, herruðu, það er miðvikudagskvöld og það er svona rétt fyrir miðnætti. Þegar ég surfa YouTubeið hérna í kvöld, þá er bara spennan að aukast. Það er bara something is up, something is coming out. Við erum að fara inn í uppljóstrun og það, ég veit ég er búin að tala um það áður og ég mun tala um það aftur og aftur. En ekki svo lengi því að við erum að, já, ég hugsa við séum að tala um cirka viku eða svo í næstu viku. Þá munum við sem sagt fá að verða vitni að því í okkar lífskeiði að Donald Trump mun stíga fram og viðurkenna tilvist ójarneskra, já, eða allavega óhefðbundinna flýilda sem þau hafa bara ekki hugmynd um hvað er og mögulega tilvist á, þið munu segja á ójarneskum verum, en hvað vitum við hvað þessar verur raunverulega eru? Ég er hérna í stúdíónu og ég var að kveðja hérna góðan hóp af góðu fólki. Það er semst búið að vera hjá mér í kvöld hérna. Við vorum byrjunum við, það var ég, 1, 2, 3, 4, 5, já, við vorum 5 í kvöld. UFO Anonymous grúppan, ekkert ólíkt hefðbundnum 12 spora fundi, þannig séð, fundi fyrir fund, klukkutíma samræður hérna sem við vorum bara aðeins að opna, það var ein hérna ný í hópnum og svo fór bara tjáningarhringur af stað, þar sem að það var hérna eitt sem að leiddi þennan fund með 10 mínútna inngangi og setti svona svolítið tóninn fyrir kvöldið og svo gekk orðið bara hérna hringinn og svona 5-7 mínútur á mann. Það sem að fólk deildi sögum, Íslendingar deildi sögum og við erum að tala um bara allt frá, já, það var eitt brottnámstilfelli, einstaklingur sem að, náttúrulega, þetta er náttúrulega nafnlaus grúppa, en það er sem sagt einstaklingur sem hefur upplifað það að hafa verið numinn á brott, sem sagt, oftar en einu sinni. Allt og bara til einstaklinga, allir höfðu á einhverjum tíma séð hluti. Það var hérna flugmaður í hópnum, einn sem sagt hefur fengið að sjá skrítin ljós á himni í cockpit sinnar flugvélar og svo framvegis og með þetta bara sögur á öðrum flugmönnum. Þetta þykir svolítið tabú sem sagt í flugmannageiranum, minna kannski en það sem áður var, en þetta er að breytast. En þetta er sem sagt bara mikilvægt, sérstaklega í svona málaflokk eins og UFO, að mynda samfélög. Þessi hópur eins og er nokkuð locked in og lokaður. Við erum náttúrulega númer 1 kannski ekki með pláss fyrir mikið fleiri en þetta 8-9 og það er hópurinn samanstendur 8-9 manns. En það sem ég kannski er að segja er að það er mikilvægt að búa til, skapa aðstæður, búa til plattform þar sem að fólk getur einmitt fengið að tala óáreitt og fengi að tjá sig sko án þess að óttast það að verða dæmdur út frá einhvers konar hugmyndum norm eða bara, já, gert grín af manni og svo framvegis. Hér hérna í kvöld ríkti bara ekkert nema trúnaður og traust, nafnleynd og hérna númer 1 og fólk fekk bara frelsi til þess að deila sinni upplifun á þess að þarna, já, eins og ég segi, þurfa að óttast fordæmingu eða vera álitin skrítin. Það er svolítið þannig. Já, maður hefur alltaf verið svolítið skrítin en maður er með eitthvað áhuga á þessu UFO stöfi, en það er að breytast, guðslof. Þessi álaga hula, þetta stigma sem að djúpríkið er búið að eyða mikilli orku og taktískum aðferðum að skapa í kringum málaflokkin í gegnum fjölmiðla og afþreyingar iðnaðinn og annað. Þetta er liðið undir lok og tala nú ekki þegar að einmitt, enn og aftur, þegar að fregnir það að líf sem við skiljum ekki er hér á jörðinni
og sko það má eiginlega segja að þetta séu án efa þetta verða án efa stæðstu fréttir mannkyns, allavega svona í nútíma samhengi. Þannig að fylgist þið vel með fréttum í næstu viku og þegar að yfirlýsingin kemur munið að hlusta frekar á það sem maðurinn segir í staðins að hlusta á mannin því að Donald Trump er náttúrulega umdeildur einstaklingur og það virðist verið í tísku að hata Donald Trump og ég vil taka það fram að ég er hvorki hliðhollur né ekki hans aðferðum og í rauninni það er sé að binda vonir mínar við það að Donald Trump uppljóstri þessari staðreind. Það hefur ekkert með það að gera sko, hver maðurinn er eða hans pólitíska afstaða eða hans skortur á gildum og hvaðina. Það bara skiptir mig bara engu máli. Ég er algjörlega off-grid, búin að kúpla mig út frá allri pólitískri umræðu, allri samfélagslegri pólitík. Ég tilheyri ekki þessum hóp lengur og ég er einstaklingurinn sem að mun aldrei framar stíga í kjörklefa einfaldlega af þeirri ástæðu að raunverulegt lýðræði hefur ekki fengið að sýna sig enn sem komið er. Þetta virðist vera stjórnað af spillingu og svona skilyrtri samkennd og klíkuskap á sko mismunandi stigum samfélagsins eða stjórnsýslunar eða hvað þetta nú heitir og þótt að sko eðlislega séð erum við að tala um sömu spillinguna á mismunandi sviðum þá er rauninni bara styrtar stigið mismunandi og það nær misdjúpt en allstaðar erum við að tala um eitt og þið sama sem að er skert samkennd þannig lýst að sko hagsmunir heildarinnar eru ekki hafðir að leiðarljósi heldur aðeins hagsmunir einhvers ákveðins afmarkaðs hóps og það elur af sér ekkit annað en tvöfalt siðgæði. Það er bara þannig. Herrarskutnar, mér langar bara að óska ykkur gleðilegs 1. maí sem er á morgun og segja ykkur frá því að þessi rammi er ennþá henni eitthvað að elda mig. Já, ég þarf að fara að ringja í Mikael, hann ætlar að kíkja á mig og laga þetta. Ég er náttúrulega algjörlega tækniheftur. Krakkar, elska ykkur, einn líkami, ein ást, ein örlög sem er ekkert nema ljós. Kíkið til himins, skoðið allt, verið tortryggin. Namaste.